Komið sæl og velkomin í Fitness Tips toppþjálfunar. Núna þáttur 14 og kveikjan af þessu þætti var keppnisgrein sem ég sá vera framkvæmda á CrossFit-leikunum nú helgina. Það sem við nú Íslendingar náðum glæsilegum árangri, hvort sem það var í unglingaflokki eða eldri flokki eða hvort það voru keppendur í aðalkeppnisgreininni. Við viljum óska Björgvini og Katrínu Tönju og Þuríði með fyrir frábæra frammistöðu og stóðu ykkur frábærlega fyrir land og þjóð. En það sem við ætlum að gera hérna að við ætlum að fara yfir hvernig hægt að vinna með sleðan meira effektív. Og það nokkur atriði sem þarf að hafa í huga þegar unnið með sleða, því að þetta snýst ekki bara að grípa í handföngin og hlaupa meðan ákveðna vegalengd. Jú, kannski stóru myndina snýst það að klára hlaupið sitt, en það auðveldlega hægt að bæta tæknina svo hlaupin verða skilvirkari og við náum að minnka orkulekan í hlaupinu fyrir sig. Til að mynda, það sem við sáum mjög oft á CrossFit-leikunum var að fólk var bogið, vil bara halda fyrir neðarlega og var í mjög óþægilegri stöðu til að hlaupa með sleðan. Þannig að almennt viljum við standa í 45 gráður sem þessi staða hérna við sleðan, þar sem við náum að keyra hnénu og klárum með kraft miklu skrefið þar sem við náum að rétta vel úr mjöðminni. En það sem við sáum oftar en ekki á CrossFit-leikunum var að fólk var í 90 gráðu beygju og jafnvel heldur neðar og voru að hlaupa þannig með stutt skref. Og það ekki mjög skilvirk leið til að ná að klára og þar á meðal voru þið líka að leggja kraft í sleða með ídolnastíð eins og það var að íta fram fyrir sig. Þannig erum við alls ekki að ná að fá sem mest úr sleðahlaupinu okkar. Hins vegar, og eins og við vinnum í til dæmis sérstaklega hröðun, þá viljum við halda 45 gráðunum og eins og segja upp með hnén og klára kröftug skref. Jú, þetta miklu lengri kannski vegalengd og lengri tími heldur við værum að vinna með og værum að vinna í alvöru hröðun, en samt sem áður, ef við náum að halda réttu svona engul og náum að leggja rétta kraft að jörðina, því að má ekki gleyma því að þegar við erum að íta sleðanum, þá erum við ekki að íta kraft niður, heldur við að íta sleðanum áfram með að leggja kraft í jörðina aftur á bak. Kraftin fara tilbaka. Þannig að það má alls ekki gleyma því heldur þegar við erum að vinna með þennan sleða. Og ef við heldum ekki kórinu spenntu þá sveiflast mjaðmyndar út allt og þannig missum við líka talsverða orku í burtu. Þannig að þið sem að nota sleða mikið, þá koma nokkri punktar hérna sem ég vil klárlega sjá okkur vinna með og lykilatriði sem ég segi, finnið ykkar engul þannig að þið náið að leggja kraft tilbaka og klára skrefi kröftugt, þannig að þið náið að íta sleðanum lengra í hverju skrefi. Þið viljið ekki vera fast feet going nowhere, heldur viljið þið leggja kraft í jörðina og íta sleðanum í hverju skrefi kröftugt áfram. Í keppninni sjálfri var engin þyngd á sleðanum og því ættu þið klárlega að hafa styrkin að geta lært efra bakinu og haldið öxlunum beinum. Margir voru komnir í þessa stöðu þar sem voru að halla sér fram og voru að íta sleðanum hérna út af því höfðu greinilega ekki styrkin í efri skrokknum til að íta sleðanum. Sleðin jú 40 kíló, en hins vegar þegar ekkert á honum og að hlaupa ákveðna vegalengd þá átti ekki alveg að geta tóstaði þannig að þarf að leggjast áfram nema þetta séu miklu veikleikar hjá þér. Hins vegar veit ég alveg að það eru margar aðra keppnisgreinar sem fólk hefur lagt miklu meiri áherslu á til að verða betri á leikunum og kannski sleðin oftar en ekki hugsa sem svona conditioning tool eða svona þrektæki til að vinna í úthaldi, en til þess að lágmarka orkuleikann við framkvæmda þessa æfingu þá klárlega má ekki gleyma því að við viljum hafa rétt engul sem 45 gráður, spenna kviðinn, ná góðri mjaðmabeygju í mjaðmirnar og klára með góðri mjaðmaréttu í hverju skrefi. Þannig að leggja meiri kraft í jörðina. Þannig eru þið fljótar að klára og eyðið minni orku og hafi meiri orku í annað sem þið þurfa að gera á æfingunni. Ég vona að þessi atriði sem ég að tala geti hjálpað ykkur að bæta ykkur í sleðasprettum. Takk fyrir.